móti Bartek. Það er 8.04 í hægri og við erum ennþá að bíða til Bartek bara. 17. Nú já, það er svoleiðis. Við erum að sjá hvort það kemst á leiðarenda. ...8.04. Það er þetta pínu styrkir Bartek. Já, það vantaði eitthvað aðeins upp á hjólið snýrust. 10.63. Hilmar var eitthvað svolítið að hafa fyrir þessu og það þarf að 6.41 í vinstri og 8.40 í hægri. Það munar 2 sekúndum á þeim. Yfir maður sem... Herðu. Já. Það er einhver óviðkomandi áhörfandi hérna dálítið ofarlega ekki á rétt. Og í þeirri vinstri er Andri Björn á Audi. Gaman að sjá hvernig þetta fer hjá þeim. Já. Það er 7.94 í vinstri sigurvegari á móti 7.05 í hægri. Göttudekk. í vinstri, sigurvegari á móti bara 15 eitthvað, 14.39. Jæja. Engan séns í Audíinn, 6.55 á móti 7.80. Audíinn er á 171 í endamarki. Það verða nokkrar ferðir hérna stakkar. Getur því miður ekki keyrt saman bílana. Það verður bara að hafa þetta stakt aðeins. En hann er á 7.97 og 140 á Audíinum hana. Hann þarf í rauninni bara að keyra staðfestingarferð og næstu 4 ferðir líka. En menn gera nú yfirleitt ekki svoleiðis. Það er ekkert gaman. Hann drífur sig bara. 6.92. Þá er hann Alex í vinstri brautinni. Það er Hilmar kominn. Hann er bara svona að ekkert að vera bústað og mikið. 8.42. Þó þarf að vera standað eitthvað þegar það er ekki þörf á því. Þetta er bara það sem okkar menn voru að hlusta á í gær í partíinu. Birkir er að baka þetta á 6.61 á móti 8.45. Það er Brynjólfur sem að
Tekur þessa ferð á 7.28. Hann rölti þetta bara hérna rólega. (11.72), mjög gott. Það er Korsi sem vinnur þetta á 6.82 á móti 7.69 í þeirri vinstri. Subaruinn sem átti að vera mótornum er ekki hér lengur. Eða allavega ekki ökufær lengur. Það voru undanúrslit í öllum flokkum. Og 10.4 í vinstri. Hann er á 6.85 og Andri er á 8.33. Þór Arason í vinstri, nei hægri, á móti Brynjólfur Þorkelsson í hægra megin. Átíðin í herribrautinni á 6.58 á móti 7.06.